Ég ætla að byrja á því að bjóða okkur velkomin í þessa, ég vil segja, árlegu Tyrkjanámsgöngu. Þær eru svolítið mismunandi eftir því hvaðan við leggjum af stað. Stundum höfum við farið úr Brimurðinni og einu sinni var þetta 3 daga ganga yfir fjöll og fyrnindi og enduðum á Skansinum og allir þreyttir eftir 3 daga. Nú ætlum við að hafa hana tiltölulega stutta, svona 1,5 tíma ef dagskráin helst miðað við það sem við lögðum upp með. Við erum að byrja hérna núna við Landakirkju, svo ætlum við að labba bara niður eftir til að minnismerki Guðríðar Símonardóttur og síðan að enda út á Skansi. Og ég ætla svona aðeins bara að segja nokkur orð hérna og svo á hinum stöðunum og þið heyrið öll, það ekki? Já, við liggur nefnilega ágætlega hátt rómur held ég. Og hérna síðan fáum við okkur kaffi og svaladrykk þegar við komum á Skansin eftir að hafa stoppað þar. Bara aðeins Tyrkjaránið, hvaða fyrirbæri það var. Í upphafi 17. aldar þá var styrjöld í Evrópu, 30 ára stríðið, frá 1618 til 1638. Og hérna á þessum tíma, nei, nú ég bara til 48, alltaf ég auðvitað að segja, það eru 30 ár, bara starffræðin hún verður að vera í lagi öllu svona. Jæja. Nema það, á þessum tíma var Evrópa öll sundurtætt og á þessum tíma var hún illa varin, menn sérstaklega frá sjó. Menn voru að berjast landskika hér og þar alla Evrópu og fyrir það þá veiktist Evrópa mjög. Og svo segi ég aftur, á þessum tíma voru sjórán mjög algeng. Og sjórán voru bæði gerð til þess að ná sér í fé með því að ræna dýrgripum og einnig, en ekki síður, að taka þræla. Og þrælar voru teknir af tvenns konar ástæðu. Annars vegar til þess að fá ódýrt vinnuafl, þetta voru vélar þess tíma, þrælarnir, og hins vegar, og kannski ekki síður, að heimta lausnargjald fyrir það fólk sem rænt var. Það voru þrælarnir teknir, síðan var haft samband við þá sem voru þeim næstir eða hvort svo það voru ríki eða aðrir eigendur og farið í lausnargjald. Ottómanska heimsveldið, það er að segja sem kallað hefur verið Tyrkjaveldi, það náði á þessum tíma alla leið austur til Indlands og inn í Evrópu alveg upp til Ungverjalands og svo á norðurströnd Afríku alveg upp til Spánar og inn í Spán. Þetta var geysilega víðlent ríki. Og í þessu ríki, þar voru viðskiptahættir með fólk mjög bara venjulegir. Það þótti bara sjálfsagt að ræna þrælum og nota þá. Og það þýddi það að það var farið út allt. Evrópa illa varin, þar var auðvelt að ná í fólk. Svo báru sagnir lönd í norðri og þangað var líka hægt að fara. Menn vissu til dæmis að því virðist Ísland að þar væru engar varnir. Þess vegna þyrftu ræningjar, sjóræningjar ekkert að hafa áhyggjur af því að verða fyrir miklum mótbyr þegar þau kæmu að sækja sig þræla. Og í tengslum við þetta allt, að þá koma hingað til Íslands, við skulum segja 2 leiðangrar, annar var frá Marokkó og sá leiðangur fór til Grindavíkur og síðan að Bessastöðum. Og þar gerðu þeir usla í Grindavík sérstaklega. Á Bessastöðum lentu þeir í vandræðu sjálfir því að skipið strandaði og var þar í allt fallið og komst svo út að sjálfsdáðun og enginn gerði neitt til að ná skipinum.
Þetta voru ræningjar frá Marokkó. Síðan komu ræningjar frá Alsír, frá Algeirsborg í Alsír og þeir komu og tóku land á Austfjörðum og rændu þar og náðu það bil yfir rúmlega 100 manns, það talaði 110 í heimildum af fjörðunum, suðurfjörðunum aðallega og þessi skip 3, þau komu síðan hérna suður með austurströndinni og í átt að Vestmannaeyjum. Foringjarnir í þessum ræningjaleiðangri höfðu fengið pat af því að það væru kannski varnir við innsiglinguna í Vestmannaeyjum. Það var reyndar lítið virki sem hafði verið smíðað byggt 1586 minni mig og þeir höfðu spurnir af þessu. Þeir tóku í það minnsta enska duggu og þar fengu þeir einhverja sögur það að það væri kannski ekki hægt að fara inn í höfnina. Þannig að þeir fóru hérna suður eftir og reyndu landtöku fyrst í hérna Kópavíkinni, inn á Stakkabótinni og síðan fóru þeir suður fyrir og tóku land á Ræningjatanga eins og flestir náttúrulega vita og þetta hafa verið svona það bil 300 manns sem kom í land. Engar varnir í Vestmannaeyjum. Einu varnirnar sem að tengjast þessu, þær varnir, það eru kannski svolítið spaugilegar því að það er sagt að kaupmaðurinn, hérna, danski kaupmaðurinn, sem að hérna var eiginlega svona hálfgert yfirvald, hann fór suður á eyju einn á hesti og sér þessa kappa alla hérna, gráa fyrir járnum í Lyngvellisdalnum og hann ætlaði nú heldur betur að hrekja þau í burtu og var með byssu og skaut upp í loftið einu skoti og hélt að þeir færu en þeir gerðu það ekki, eins og náttúrulega sagan segir. En þetta sýndi bara að það voru ekki varnir hérna og þeir, ræningjarnir, skiptu sér í 3 hópa. Fyrsti hópurinn fór hérna vestarmegin og kom að ofanleiti, þar sem að Ólafur Egilsson, prestur og Ásta Þorsteinsdóttir bjuggu. Ég ætla ekki að segja ykkur meira frá þeim, því hún Helga Hallbergsdóttir, hún er með þau á dagskrá í Safnahúsinu á morgun klukkan 1 og tala þá Ástu og Ólaf. En ýmislegt af því sem við vitum ránið og afleiðingar þess er einmitt frá Ólafi komið í bók hans Reisubókinni. En það er nánar það á morgun. Síðan er miðhópurinn, hann kemur hérna svona miðja eyjuna, hérna hjá Dölum og má segja þar bil, fóru yfir flugvöllinn heyrðu þetta? Ok, skil lagi, fóru það sem flugvöllinu varð seinna, fóru yfir flugvöllinn og hérna niður í bæ og ráku svo fólkið á undan sér. Niður í dönsku húsi voru hérna austan á eyjunni við Skansi. Þriðji hópurinn, hann fór austast og kom að Kirkjubæjum og þar var séra Jón Þorsteinsson, prestur, mikið sálmaskáld og allt hann og ég ætla ekkert að segja ykkur frá honum vegna þess að Kári Bjarnason, hann mun gera það á morgun og þið bara hugsið það þegar Kári byrjar. Það var óskaplega merkilegu maður og hann á sögu sem tengist svo altaristöflunni í Krossi í Austurlandeyjum með mjög sérstökum hætti. Og þá ætti ég aðeins að bara bæta við að sögusetrið fór, þessi dagskrá sem er núna, hún er 3 daga dagskrá, fyrsti hlutin er búinn, það var á Krossi í Landeyjum, þar sem er altaristafla sem hefur beina skírskotun til kirkjaránsins í Vestmannaeyjum. Og þangað ættu allir að fara, þetta er ekki nema 5 mínútur eða 10 mínútur frá Landeyjuhöfn, þið komið að Gunnarshólma eða þið farið Landeyjaleiðina og þaðan eru 3 mínútna akstur að Krossi og kirkjan er alltaf opin og það er stórkostlegt að fara og skoða hana þó sé ekki nema bara, það er nýbúið að gera upp og hún er óskaplega falleg og fín og altaristaflan alveg sérstök. Jæja, þetta fólk sem var tekið
Það er talað það að hérna hafi verið 242 sem voru teknir í skip og farið með í burtu. Það er talað að 36 manns hafi verið drepin hér í þessum atgangi og hérna bjuggu á þessum tíma 500 íbúar, sjáu þið. Þetta er það bil helmingurinn af fólkinu sem ýmist drepið eða tekið í þrældóm. Það er farið með þetta fólk austur í Barbaríið sem Alsír var kallað á þessum tíma. Þannig að barbarar, það eru villimenn, það kemur þaðan orðið sko. Og þar var fólki selt. Sumir náttúrulega létust úr vosbúð og vondri meðferð og allt það. Fólki var selt og bjóð þarna við mjög misjöfn kjör. Það eru ýmsir nafn, það eru ýmsir sem að þangað fóru, sem að við vitum hverjir voru, til dæmis Guðríður Símonardóttir, sem að við förum aðeins niður að minnisverkinu hana á eftir, Anna Jasparsdóttir, nábúi hennar og svo náttúrulega voru prestshjónin á Ofanleiti og prestmaddamann á Kirkjubæ og börnin hennar og svo framvegir og sonur Guðríðar, Sólmundur, sem að fór með móður sinni í Barbaríið. Þetta er svona kannski, held ég, það sem að ég segi hérna ránið almennt. Og áður við höldum áfram, að þá stoppum við hérna við Landakirkju. Ég ætla aðeins bara að rekja, af því að Landakirkja, nafnið, það tengist náttúrulega ráninu. Og bara til þess að skoða aðeins kirkjusögun okkar, þá gerist það að fyrsta kirkjan sem að reist í Vestmannaeyjum, hún líklega kirkjan sem reist var við Hörgeyri árið 1000. Þá var Ólafur Tryggvason konungur í Noregi, hann var að kristna Norðurlönd. Það gekk mismunandi og Ólafur var mjög áfram að kristna öll Norðurlöndi. Og það er sagt að hann hefði sett mönnum 2 kosti þegar hann var að kristna. Annar hvort játar þú kristna trú eða þú verður drepinn, hvort viltu. Og Ólafur Tryggvason, hann gat kristnað Norðurlöndin. Það eru kannski ekki allir sem velja hinn kostinn. Og þessi viður sem að sendur var til Íslands árið 1000, þeir eru þekktir menn úr sögunni, Gissur Hvítir og Hjalti Skeggjason. Þeir fara með skipi, eru með skip í Noregi og sigla til Íslands. Og þar sem þeir koma fyrst áttu þeir að reisa kirkju. Og hvar koma þeir fyrst? Þeir koma hingað til Vestmannaeyja. Og það er sagt að þeir hafi komið að sem Hörgauragarðurinn núna, það er að segja nyrðri hafnagarðurinn, og þar reistu þeir kirkju árið 1000, sem þá náttúrulega þar með fyrsta kirkjan á Íslandi. Sú kirkja, hún var eiginlega sóknarkirkja lengi og það er kannski ekki alveg skýrt hvenær hún hætti eiginlega sem sóknarkirkja, því að eftir að næstu 2 kirkjur voru byggðar, önnur að Kirkjubæ, þar sem að séra Jón Þorsteinsson var í kirkjaráninu, og hinn að Ofanleiti. Eftir að þær kirkjur voru reistar, þá var áfram þjónað líka í Hörgaurarkirkjunni. Þannig að það eru 3 kannski kirkjur á sama tíma í notkun. En á 13. öld sem sé, þá eru reistar kirkjur bæði að Kirkjubæ og á Ofanleiti. Ofanleiti, bara nafnið sko, leiti þýðir að holl eða hæð, og þetta þýðir eiginlega kirkjan ofan leitisins, fyrir ofan hólinn.
og hólarnir eru bara hérna og þar með er nafnið komið. Þetta eru hérna 3 fyrstu kirkjurnar í Eyjum. Svo gerist það árið 1573 að þá er reist kirkja og það er kirkjan að Stórulöndum. Það er ekki nákvæmlega vitað, ekki nákvæmlega staðsetningu, en hún gæti hafa verið einhvers staðar á þeim slóðum þar sem að lönd stóðu. Það er svona allavega skynsamleg ályktun að draga hana þannig, en það er ekki vitað það, en einhvers staðar þarna svolítið austar hérna og neðar í bænum. Það er kirkja sem að er reist þar og kirkjurnar á Kirkjubæ og Ofanleiti, þeim er eiginlega breytt, þannig að þær gegna ekki hlutverki sem venjulegar kirkjur heldur bænahús. Og bænahús var hérna á Ofanleiti alveg fram undir 1860 og bænahúsið á Kirkjubæ var rifið 1900, þannig að þetta stóð lengi. Þessi kirkja á Stórulöndum, hún var kirkja Vestmannaeyinga þegar að Tyrkjaránið varð 1627 og það er sú kirkja sem að var brennd, kirkjan á Stórulöndum, og þar með var hún úr sögunni. 4 árum síðar, 1631, skömmu eftir Tyrkjaránið, þá er byggð ný kirkja, 1631. Og þar kemur meðal annars við sögu Níels Klemensson nokkur, sem var kaupmaður hér í Eyjum og hafði mikil umsvif og var annar gefandi altaristöflunar sem ég var að vísa í áðan upp á Krossi. Hann og Klaus Eyjólfsson, þeir gáfu þessa altaristöflu. Og hann beitir sér fyrir þessari byggingu á þessari kirkju 1631. Síðan er næst 1722, þá er byggð enn ný kirkja og hún er byggð vestar og sunnar og það er talið að hún hafi staðið einhvers staðar bara rétt austan eða rétt norðan við Sálulheiði hérna í kirkjugarðinu. Þar hafi sú kirkja staðið. Og hún var sem sagt byggð 1631 og hérna síðan er byggð kirkja 1722 næst og sú kirkja var talin illa smíðuð, entist lítið og 1749 að þá er enn gefin byggð kirkja og hún var sama skrapatónu, entist illa og var illa byggð. Núverandi landakirkja sem við stöndum hérna fyrir framann, það vill nú svo til að núna í ár eru nákvæmlega 250 ár frá því að byrjað var að smíða þessa kirkju. Það var byrjað á henni 1774 og smíðinni lauk 1778 og hún var formlega vígð 1780. Þannig að núna á þessu ári eru 250 ár frá því að byrjað var á þessari kirkju. Það var mjög vandað til, ætla ég nú að segja. Mjög vandað til byggingarinnar og það var danskur hirðarkitekt Anton að nafni sem að sá og teiknaði þessa kirkju. Hún var náttúrulega töluvert öðruvísi en núna, kirkjuskipið svipað, það var engin turn á henni og það var sneitt. Þið hafið kannski séð á húsum sem eru svo bara með hús með risi, svo sneitt svona bæði í bak og fyrir af. Og þannig var hún fyrst og hún hefur tekið svona ýmsum breytingum. Stíllinn á kirkjunni er svona dæmigerður barokkstíll. Það er svona stíll einveldistímans, barokkstíll. Og hún var með skilrúmum frammi við kórinn og hún var með tígulsteinum á gólfinu
og það var ekkert loft í henni, það var engin turn. Svo smám saman þá var þessu breytt og síðasta breytingin sem gerð var á þessari kirkju var á árunum 1955 til 59 að þá var gerðu þessi turn og ýmsar breytingar sem sagt inni í kirkjunni. En hún hefur sem sagt þjónað sem landakirkja síðan. Og svo deila menn auðvitað það hvort að kirkjan sé fallegri núna en þegar hún var í upphafi. Og ég ætla ekkert að bara segja neitt, ekki einu sinni mína skoðun. Það hafa allir sína skoðun á því. En ég held að þetta sé sem inngangur að bara kirkjunum og síðan aðeins kirkjuna og nú löpum við bara austur með niður kirkjuveginn og að minnismerki Guðríðar. Áfram bara, áfram gakk.